útsendingar Baggalúts eru hafnaðar og þar með langþráður draumur Baggalúts samstefnunar orðin að veruleika. Ég heiti Sigvaldi Sigvaldason og þetta helst í fréttum. Árleg tómataútsala Hagkaupa fór enn og einu sinni úr böndunum síðdegis í gær þegar á annað 100.000 manns hugðust tryggja sér tómata með alltaf 19% afslætti. Óverðardeild Víkingasveitarinnar mætti grá fyrir járnum og lumbraði duglega á æstu múgnum sem svaraði fyrir sig með því að grýta lögregluna með erfðabreyttum tómatum á tilboðsverði. Og þá að útlöndum. Mikið nú dýrðir meðal frumbyggja í Grímsey þar sem standa yfir 10 daga hátíðarhöld vegna afhendingar nýuppgerðrar ferju milli lands og eyjar. Ferjan glæsileg 30 ára gömul flatbeina sem getur tekið alltaf 3 farþegi hverri ferð, auk ræðra Gunnar Gunnarsson. Allt tilbúið? Já, þetta helviti gæsalegt tímamót sko, engin spurning. Sáttur? Já, maður, þokkalega. Og hvað það næst? Kemur í ljós. Fleiri göng eða fjallvegi á landsbyggðinni? Eitthvað á höfuðborgarsvæðinu kannski? Höfuðborgar? Þú ert nú bara eitthvað klikkaður. Alltaf stuði hjá Kristjáni. En þá til Danmerkur eða 1000 orsta landsins eins og það gjarnan kallað, en gerðaðurinn markaði nokkur tímamót í drottningartíð Margrétar Þórhildarinnar Grimmus eins og er kölluð því þá kom erfingi krúnunnar, sonur þeirra Friðriks og Maríu Donaldsson krónprinsessu fram opinberlega í fyrsta sinn. Litli prinsinn Kristján Valdimar Hinrik Jón opnaði formlega glænýja verksmiðju fyrir prinssígarettur í Esbjerg ásamt ömmu sinni en þau reykja bæði þá tegund. Hafa fjölmiðlar haft á orði að þau séu sláandi lík. Aðrir hafa bent á sterkan svip með drengnum og meintum föður af hans tónlistarmanninum Kim Larsen. Þá að viðskiptum í Kauphöllinni þar sem viðskiptin náðu sögulega hámark í dag eða sem samsvarar 80 trilljörðum króna. Muna þar mest kaup Björgólfs Thors Björgólfssonar og einu tungla Satúrnusar Ganymedesi en þar hyggst hann reisa sér sumarhús. Fleiri ekki fréttum verið sæl.